Þúsundir manna kvöddu Vigdísi Finnbogadóttur fyrir framan Stjórnarráðshúsið síðdegis þegar hún lauk síðasta vinnudegi sínum í embætti forseta. Vigdís segir að nú séu kaflaskipti í lífi hennar sem hún hafi búið sig undir. Sigursteinn Másson. Vigdís Finnbogadóttir hóf síðasta starfsdag með því að halda ríkisráðsfund hér á Bessastöðum, sá 367. frá lýðveldisstofnun. Og rétt eins og þegar Vigdís tók við embætti, skein sól glatt í dag. Það var létt yfir upphafi síðasta ríkisráðsfundar sem Vigdís Finnbogadóttir situr og stóð hann yfir í halva klukkustund. Á fundinum var Haraldur Henríksson forseti Hæstaréttar skipaður í nefnd veitingu afreksmerkis íslenska lýðveldisins og Kasim Munir Hamamcioğlu sem kjörræðismaður með aðalræðismannsstigi í Istanbúl í Tyrklandi. Þá voru staðfestir nokkrir samningar sem gerðir hafa verið við önnur ríki og fjölþjóðlegar stofnanir og reglugerðarbreyting Stjórnarráð Íslands. Í lok fundar þakkaði forsætisráðherra forseta gott og ánægjulegt samstarf og árnaði henni og fjölskyldu heilla í framtíðinni. Forseti Íslands þakkaði forsætisráðherra fyrir samstarfið á liðnum árum og góðar óskir og hlý orð í sinn garð og óskaði ríkisstjórninni hins sama. Að þessu loknu gengu forseti ráðherrar ásamt ökum út í garð áður en sest var að hádegisverði. Hvað þér efst í huga nú þegar að 16 árin að baki? Það nú margar hugsanir sem fljúga í gegnum hugan, ekki síst minningar. En ég afar þakklát í dag fyrir að það skulle vera svona gott veður. Þegar ég kom til starfa þá var sólskinn og þegar ég nú hverf frá störfum þá nýti ég sólarinnar hérna á Bessastöðum. Er þetta með einhverjum hætti öðruvísi ríkisráðsfundur en þeir 50 sem þú hefur áður sittið? Nei, hann fór nú fram með ósköp hefðbundnum hætti. En við náðum þó að þakka hvert öðru fyrir samstarf og gera grein fyrir stöðunni eins og hún að ég að fara og það eru kaflaskipti. Það eru kaflaskipti í dag. Það fór vel á því að síðasta embættisverk Vigdísar yrði tengt landgræðslu. Klukkan 2:30 afhenti Vigdís Landgræðslusjóði og Skógræktarfélagi Íslands fjárhæð að upphæð 4 milljónir króna sem afrakstur rúmlega 2 ára söfnunarátaks undir heitinu Yrkjum Ísland og verður fénu varið til stofnunar Fræbanka. Söfnunarátækinu var hleypt af stokkunum á vormánuðum 1994 að tilhlutan skífunar Íslenska útvarpsfélagsins og hópi tónlistarmanna undir forystu Jóhanns G. Jóhannssonar. Og enn lék veðrið við höfuðborgarbúa þegar þeir kvöddu Vigdísi Finnbogadóttur að loknum síðasta starfsdegi hennar. Klukkustund áður en vinnudegi Vigdísar lauk var fólk þegar farið að safnast saman við Stjórnarráðshúsið og varð lögregla að loka Lækjargötunni þegar mannfjöldinn var farin að skipta þúsundum. Margir voru með blóm og greinilegt að stundin var tilfinningaþrungin þegar Vigdís birtist á tröppum Stjórnarráðsins í fylgd forsætisráðherra. Og við höfum ekki sagt skilið við Vigdísi því að afloknum síðasta vinnudegi sínum sem forseti vildi hún koma þakklæti sínu á framfæri við þann fjölda fólks sem hvatti hann í dag. Hún segist vera djúpt snortin. Elín Hist ræddi við Vigdísi nú undir kvöld á heimili hennar á Aragötu. Já, ég nú að koma frá því að yfirgefa skrifstofuna og mér fannst það ákaflega fallegt að sjá allan þennan mannfjölda og ganga til móts við hann. Og þetta þakklæti sem var verið að votta mér, það snart mig auðvitað djúpt. Hugurinn á bak við það að færa mér bæði að piltur og stúlka færðu mér sinn blómvöldin, börnin í landinu og einnig þegar ég fekk 3 hríslur, eina frá stúlku, aðra frá litlum dreng og 3. frá vel barnshafandi konu sem var þakk þess að ég fengi 3 frá ófæddu barni. Maður verður auðvitað snortin að slíku.
Þrátt fyrir að Dóttir hafði í nógu að snúast síðasta dagsinn í embætti forseta Íslands en hún hefur nú gegnt því síðan 1. ágúst 1980. Mikill mannfjöldi hylti Vigdísi við stjórnarráði þegar vinnudegi hennar lauk. Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands hafði þá orði í morgun þegar hún tók á móti ráðherrum á ríkisráðsfund að það hefði verið sama veðurblíðan fyrir 16 árum þegar hún tók við embættinu. Á þessum síðasta ríkisráðsfundi undir stjórn Vigdísar þakkaði Davíð Oddsson forsætisráðherra henni gott og ánægjulegt samstarf og árnaði Vigdísi og fjölskyldu hennar heilla í framtíðinni. Forsetinn þakkaði sömuleiðis samstarfið, góðar óskir og hlý orð í sinn garð og óskaði ríkisstjórninni hins sama. Eftir hádegisverð með ráðherrum og eiginkonum þeirra var komið að seinasta embættisverki Vigdísar. Þá afhenti hún Landgræðslusjóð og Skógræktarfélagi Íslands 4 milljónir króna til stofnunar Fræbanka. Peningarnir hafa safnast í átakinu Yrkjum Ísland sem hófst fyrir 2 árum en Vigdís einmitt verndari þess. Hún hefur sem forseti Íslands verið baráttumaður fyrir ræktun landsins og sagðist stolt af því að hennar seinasta verk snerist þann málaflokk. Og eins og hæfir í góðra vina hópi var tekið lagið. Ég vil elska mitt land, ég vil auðga mitt land, ég vil efla þess stál, ég vil styrkja þess hag, ég vil jafna þess hörn, ég vil létta þess börn, ég vil láta það sjá margan hamingjudag. Og þegar dagur var að kvöldi kominn mættu vinir og velunarar Vigdísar Finnbogadóttur fyrir utan stjórnarráðið til að hylla hana við lok starfsferils hennar sem forseta Íslands. Athöfnin var látlaus, Vigdísi voru færð blóm og sungin voru ættjarðarlög. Fádæma blíða og hlýjar óskir fylgdu Vigdísi úr hlaði eftir 16 ára starf sem forseti Íslands. Allt öðru, Vigdís Finnbogadóttir segist hafa verið djúpt snortin af þeirri hlýju og vinsemd sem mannfjöldinn við stjórnarráði sýndi henni. Hún skilur sátt við embættið. Vigdís segir þennan seinasta vinnudag í embætti forseta Íslands hafi verið ánægjulegan. Það hefur verið mjög bjart yfir honum. Þetta mikla sólskinn, eins og ég man nóttina þegar ég var kjörinn. Það var alveg einstakt veður á Íslandi þá. Og mér er ekki vænt að skilja við embættið í svona miklu sólskinni. Stundin við stjórnarráðið var Vigdísi sérstaklega mikilvæg. Ég var djúpt snortin og svo þakklátt að finna þessa vinsemd og þessa hlýju frá fólkinu. Og auðvitað hreykin af því að fólk skildi koma þarna niður eftir svona margir. Og ég á eiginlega ekki nema eina setningu að segja við fólk núna að ég þakka öllum Íslendingum fyrir að vera mín þjóð. Ég ætla ekki að lýsa fyrir hvað fallegt að ganga á móti fólkinu út úr stjórnarráðinu þar sem ég var að kveðja mitt fólk og þarna stóð þessi mikli mannfjöldi og vildi kveðja mig líka. Vigdísi hafa í dag borist kveðjur og gjafir víðanæfa að. Og þegar ég kom niður að bílnum þá stóðu þar annar drengur og lítil stúlka sem gaf mér hríslu, syngura hrísluna, önnur frá drengjum í landinu og hina frá stúlkum í landinu. Og svo stóð barnshafandi kona, glæsilega barnshafandi kona og færði mér 3. hrísluna frá ófæddum börnum í landinu. Erum við hæf að spyrja hvað Vigdís Finnbogadóttir ætlaði að gera verslunum en helgina? Hún er hugsað fara á bænum eins og aðrir þegnar landsins og njóta þess að vera með landinu og náttúrunni. Og njóta þess líka að hitta það fólk sem ég hef fengið margar kveðjur frá á þessum degi
skeyti og blóm og fagrar kveðjur.